Að næsta dagskrárlið sem fjórði dagskrárliður umræðu NPA í Reykjavík og þá borgarfulltrúi Áslaug Friðriksdóttir fyrst á mælendaskrá. Þetta réttur dagskrárliður? Kannski ekki, það ekki frá tvist. Ég hélt það. Forseti biðst afsökunar, hún ruglaðist pínlítið. Ég ætlaði að fara í þriðja dagskrárlið sem tillaga borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins átak vegna veggjakrots. Það rétt. Þá tekur borgarfulltrúi Marta Guðjónsdóttir fyrst til máls. Afsakið þetta. Forseti, góðir borgarfulltrúar. Ég mæli fyrir tillögu okkar sjálfstæðismanna að átak verði gert í því að draga úr veggjakroti hér í borgarlandinu, en tillagan hljóðar svo. Reykjavíkurborg gerir átak í að hreinsa veggjakrot og leita leiða til að stemma stigu við því og gera borgina veggjakrotslausa í samstarfi við hagsmunaaðila, svo sem íbúasamtök, ungmennaráð og rekstraraðila. Greinargerð fylgir tillögunni og hún hljóðar svo. Veggjakrot hefur stóraukist að undanförnu bæði á eignum í eigu opinberra aðila og einkaaðila sem hefur mikinn kostnað í för með sér fyrir þá. Mikilvægt að stemma stigu við veggjakroti sem fyrst og farið verði í allsherjar hreinsunarátak. Mikilvægt að borginni sé haldið hreinni og snyrtilegri sem liður í því að efla umhverfisvitund og góða umgengni. Forseti, það ljóst að veggjakrot að stóraukast í borginni og það ekki bara bundið við miðborgina, heldur líka úthverfin, en þessi víða merki á eignum bæði í einkaeigu og á fasteignum, mannvirkjum, götugögnum og leiktækjum í eigu Reykjavíkurborgar. Hér að ræða til dæmis skóla, undirgöng, brýr, ruslastampa, bekki og leiktæki og fleira. Þessi eignaspjöll kosta skattgreiðendur mikla fjármuni og aðra þá húseigendur og rekstraraðila sem verða fyrir barðinu á þessum skemmdarverkum. Það hefur sýnt sig á umliðnum árum að kostnaður borgarinnar hefur verið gífurlegur við hreinsun og málun vegna þessa vandamáls. Umfang veggjakrots var til dæmis orðið verulegt árið 2008 og þá fór kostnaðurinn upp í 159 milljónir. En þá kölluðu íbúar eftir markvissum aðgerðum og farið var í átak til að stemma stigu við veggjakrotunum. Átakið skilaði sér umtalsvert og hefur kostnaðurinn farið lækkandi síðustu ár, en samt sem áður núna 25 milljónir á ári, sem 25 milljónum og mikið. Þetta það sem borgarsjóður leggur út einn og sér, en þá ekki talið með tengd fyrirtæki eins og Orkuveitan, Faxaflóahafnir og Strætó BS. Því má ætla að heildarkostnaðurinn sé töluvert hærri. Skattgreiðendur eiga ekki að þurfa að sætta sig við að borga slíkan kostnað. Þess vegna þarf að leita allra leiða til að stemma stigu við skemmdarstarfsemi af þessum toga. Ýmis teikn á lofti núna verulega aukningu á veggjakroti. Í svari við fyrirspurn minni í umhverfis- og skipulagsráði frá því í lok júnímánaðar í sumar kemur fram að sé að ræða aukningu á veggjakroti og þá sérstaklega í miðborginni. Tölur sýna að veggjakrotarar sækja sérstaklega í miðborgina eða 30% af veggjakroti í Reykjavík á sér stað þar, samkvæmt mælingum frá árinu 2012. Þó að veggjakrotið hafi verið áberandi í miðborginni, þá það því miður staðreynd að það hefur aukist í úthverfunum líka og jafnvel í hverfum þar sem lítið hefur verið slíkt fram til þessa. Þessari óheilla þróun þarf að snúa við strax og mikilvægt að opinberir aðilar og einkaaðilar taki höndum saman og fari samstillt átak til að koma í veg fyrir þessi eignaspjöll. Gera þarf úttekt á umfanginu og fari allsherjar hreinsunarátak. Besta ráðið til að stemma stigu við veggjakroti að hreinsa það jafnóðum og mála og því nauðsynlegt að svið og stofnanir borgarinnar bregðist hratt og vel við að fjarlægja það. Því hefur líka verið haldið fram að það dragi úr skemmdarverkum þegar til boða stendur leyfilegir veggfletir eins og gert var í tengslum við listahátíð
með hlíðargöngin og hljómalindarritin. Þjónustumiðstöðvar, hverfisráð og íbúasamtök geta gegnt lykilhlutverki með því að fylgjast vel með og beitt sér fyrir því að vinna gegn veggjakroti og fengið ungmennaráðið í lið með sér. Jafnframt þyrfti að beina því til einstaklinga og fyrirtækja að taka með sama hætti á veggjakroti og ætlast er til af opinberum aðilum. Átak af þessum toga þarf að vera viðvarandi en ekki bara á nokkurra ára fresti. Því það hefur sýnt sig að samstillt átak ber árangur, dregur úr kostnaði og borgin okkar verður hreinni og fallegri. Þá hefur borgarfulltrúi Marta Guðjónsdóttir lokið máli sínu og borgarfulltrúi Elín Oddný Sigurðardóttir næst á mælendaskrá. Kæru borgarfulltrúar, ég kem hérna aðeins til að minnast á verkefni sem við unnum í hverfinu mínu í Háleitshverfi á árinu 2009-10 sem hét Frá skemmdum til sköpunar og var unnið í frístundamiðstöðinni Kringlumýri. Það verkefni liggur mjög góð lokaskýrsla sem ég hvet borgarfulltrúa til að kynna sér. En þar var unnið í forvarnaverkefni sem var í svona námskeiðsformi með vegglistamönnum til að aðstoða þá að finna svona jákvæða útrás fyrir sköpun sína. Og Háleitshverfi er undirlagt af veggjakroti. Það hefur verið mikið vandamál í mjög langan tíma og íbúasamtök og hverfisráð hafa farið í ýmis verkefni til að stemma stigu með þessu. En þetta verkefni, íbúar í hverfinu fundu mikinn mun í þessu verkefni. Þarna voru samtals 28 nemendur sem tóku þátt í þessu í 8. til 10. bekk og þeir fengu að vinna nemendurnir með eldri veggjarlistamönnum sem að leiðbeindu þeim með verkefni sín og það var komið upp leyfisveggjum og svo fengu þeir líka að skreyta í skólanum sínum og umhverfi skólana og fengu að búa í staðinn fyrir þessi tögg eða slíkt, þá var svona unnið með stærri verk og tölur frá lögreglunni bentu til þess að veggjakrot í kringum skólana í þessu hverfi minnkuðu mikið á þessum tíma. Svo var það með þetta eins og margt annað, þetta var drifið áfram af svona hugsunarfólki í frístundamiðstöðinni og einhver hvarf til annarra starfa og þetta verkefni lognaðist út af. En reynslan engu að síður til og ég myndi hvetja að svona tillögu sem að Marta var að mæla fyrir hérna áðan myndi fylgja samráð við frístundamiðstöðvar og skólasamfélagið. Því þar mikil reynsla í starfi með ungmennum og að við myndum dusta jafnvel ríkið af einhver af þessum verkefnum í fleiri hverfum til að vinna á þessu á svona uppbyggilegum og forvarnalegum forsendum. Takk fyrir. Þá hefur borgarfulltrúi Elín Oddný Sigurðardóttir lokið máli sínu og borgarfulltrúi Hjálmar Sveinsson næstur á mælendaskrá. Borgarstjórn og forseti, það rétt að veggjakrot til mikillar óþurftar og í mörgum tilvikum veldur það skemmdum á eignum bæði hins opinbera og einkaaðila og slík skemmdarverk eru þetta óþolandi og ég vissum að við erum öll sammála það hér inni að það mjög mikill munur á því sem að fólk kallar vegglistaverk þó að öllum finnist vegglistaverkin ekki endilega falleg. Þá samt munur á því og hreinu kroti. Það rétt sem að koma hérna fram að borgin ber talsverðan kostnað af þessu. Mér sýnist að árið 2014 hafi þetta kostað borgin að tæpar 22 milljónir hreinsun og veggjakroti og eitthvað svipað 2015 og eitthvað örlítið lægra á þessu árið 2016. Veggjakrot eða viðbrögð við veggjakroti samstarfsverkefni og
Þetta snýst sem sagt veggjakrotið, það fyrst og fremst, eða hreinsun á því, það verður að hreinsa málningu og sprey. Og markmiðið með þessu samstarfsverkefni sem hefur verið hrundið á stað að hreinsa þessi skemmdarverk af húsveggjum, girðingum, undirgöngum, einkalóðum í samstarfi við íbúa og eða fasteignaeigendur. Verktaki, ég held að sé 25%, þetta sé 25% starf, hefur verið í því að aðstoða íbúða og fasteignaeigendur við fyrstu yfirmálun og hann gefur líka ráðgjöf það hvernig best að ráða við vandann. Vandinn til staðar, hann virðist fara heldur vaxandi, við þurfum að taka á því og ég legg til að þessi tillaga verði send til umhverfis- og skipulagssviðs, þar sem eru allir okkar helstu sérfræðingar í slíkum málum og hún verði tekið þar fyrir og sett þar í þann farveg sem líklegast til þess að skila einhverjum árangri. Þá hefur borgarfulltrúi Hjálmar Sveinsson lokið máli sínu og borgarfulltrúi Björn Gíslason næstur á mælendaskrá. Forseti, ágæta borgarstjórn. Já, eins og komið fram, það mikið lítið og þetta til óþurftar þetta veggjakrot í borginni og maður hefur vissulega, það orðin mikil aukning á þessu. Og þetta er eitt af því sem að ferðamaðurinn tekur eftir þegar hann spurður, hann tekur eftir þessu að þetta dálítið, honum finnst mikið veggjakrot hér í borginni og þetta við þurfum að vera á tánum í þessu. Þetta var mjög gott starf sem kom hérna fram, sem var unnið hér fyrir nokkrum árum síðan, að þá var gert átak í þessu og tókst vel. Ég tek undir með Mörtu og kom fram í máli Elína líka að við þurfum að brýna held ég þessi félög út í hverfunum og hverfisráðin til dæmis. Ég þekki til í Árbæjarhverfi þar sem hefur orðið töluverð aukning í þessu veggjakroti og hverfisráðin eru náttúrulega í góðum tengslum við yfirleitt félög og klúbba í hverfunum og ég held að það væri hægt að ná til þessara hópa og þessar svokölluðu veggjakrotara með þessu móti að þetta sé farið inn í þessi félög og klúbba í hverfunum og hverfisráðin eru mjög góð til þess. En vissulega það líka svo að eins og það hefur verið gert samkomulag hjá ýmsum verslunareigendum eða rekstraraðilum sem að hafa nánast samið við veggjakrotarann að gera þessi vegglistaverk og það bara eins og það gerist upp í Árbæ og það kom bara mjög vel út og þar sem þetta hægt og á við þá það bara hið besta mál. Borgarfulltrúi Björn Gíslason lokið máli sínu og borgarfulltrúi Marta Guðjónsdóttir næst og síðust á mælendaskrá. Forseti, góðir borgarfulltrúar, ég þakka fyrir þessa umræðu. Mér sýnist við öll vera nokkurn veginn sammála það að þetta vandamál fer vaxandi í borginni og það þarf að bregðast hratt við. Þess vegna finnst mér það dálítið leitt að borgarfulltrúi Hjálmar Sveinsson leggi það til að tillögunni verði vísað til umhverfis- og skipulagsráðs til nánari umfjöllunar og ákvörðunar og meðferðar. Ég held að við sem að tefja málið, við erum að lengja boðleiðirnar og við sjálfstæðismenn munum ekki samþykkja það og munum leggja fram tillöguna hér eins og lagt var með í upphafi og ég vonast til þess að meirihlutinn endurskoði sína afstöðu. Ég geri ráð fyrir að meirihlutinn standi að baki formann umhverfis- og skipulagsráðs að vísa tillögunni þangað, en mér finnst það dálítið leitt vegna þess að þessi tillaga þess eðlis að ég sé engin rök fyrir því að það þurfi að vísa henni til ráðsins til frekari skoðunar, umfjöllunar og ákvörðunar. Ég held að við getum tekið þessa ákvörðun hér og nú. Þá hefur borgarfulltrúi Marta Guðjónsdóttir lokið máli sínu. Þá hefur
komið fram svo tillaga hér á þessum fundi að vísa tillögu þessari inn til umhverfis- og skipulagsráðs til nánari útfærslu. Þeir sem að samþykkja það gefi merki. Einhver á móti. Það telst samþykkt með 9 greiddum atkvæðum. Við göngum nú